it! Ég ekki alveg farin alveg strax. Herðu, góða kvöldi. Gaman að sjá okkur. Já. Annars sáum við ykkur. Já, það var slögt. Velkomin í United Reykjavík samkomu. Dásamlega rigningin eða ekki? Gott að fá smá rigningu. Já, það var sýnibrunni þarna. Það var bara eins gott að það kom rigning. Ég segði. Já, Guð bara slökkt í þessu fyrir okkur. Já. Ég held að var ekki reynda búið að slökkt í Óttist þessu. ekki. Ha? Var ekki búið að slökkt í þessu. Var ekki? Jú, var það ekki? Nú, ok. Ég veit ekki, ég les ekki Það er líka verið Guð. Heyrðu, við ætlum að lofa Guð í kvöld. Ok, við ætlum að lofa Guð í kvöld. Og við ætlum að eiga stefnumót við frelsarann og skapara himins og jarðar. Þannig að hann verður að bjóða ykkur að rísa á fætur með okkur. Það er hali í kvöld eins og Atli segir. Það er hali. Lúja, ok. Já, ég ekki bara byrja þetta. I've seen it before, I felt it before. Peace I can't explain, love that won the war is here now. Can you feel it now? Let it cover you. Let the spirit rise up and break through the walls, beat down the doors and crash through the windows. Cover the earth, the earth, the earth. Let the spirit rise up and break through the walls and beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth. Bricks won't hold it in, lies won't hold it down. Love will let it out. We will let it drown the darkness, the fears and brokenness. Can you feel it now? Let it cover you. Let the spirit rise up and break through the walls, beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth. Let the spirit rise up and break through the walls and beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Come on! Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Let the spirit rise up and break through the walls, beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth. Let the spirit rise up and break through the walls, beat down the doors
Góða kvöldið. Ég er að finna biblíuversi sem ég verð að rasa með. Rasa maður með Guðs orð. Maður getur gert það. Meðan við enn vorum vanmegna dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Varla gengur nokkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góða mann kynni einhver ef til vill að vilja deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Þannig að mér er svo gott. Það er kannski einhver sem vil deyja fyrir góða mann, berjast fyrir málstað einhvern sem er mjög góður. En einhvern sem er í rugli og fer illa með hlutina og er bara í tómu tjóni, hver vil deyja fyrir hann? Spyr hann. En Guð, en Jesús, hann var til í það. Hann var til í að deyja fyrir okkur, meðan vorum enn í syndinni, í ruglinu, ekki alveg bara vera mannleg. Þannig að hann gerði það og engin annars. Og það er hann sem við lofum, það er hann sem við biðjum, það er hann sem við gerum að leiðtoga lífsóknar. Það er Jesú Kristus og engin annars. Því að engin annars gerir það sem hann gerði fyrir okkur. Og í kvöld ætlum við að lofa Guð, biðja, ætlum að heyra Óla okkar tala til okkar og við ætlum að undirbúa hjörtu okkar og jarðveginn í hjartanu okkar, í huganu og hjartanu og minningunni og öllu, undirbúa fyrir Guðs orð. Vegna þess í kvöld og í dag er dagur sem það er svo margir sem tala um að lifa í núinu, að lifa núna. Það hef ekki heyrt þetta mjög mikið. En núna, í kvöld, er tækifæri til að taka við ykkur opinberun og eitthvað frá anda Guðs inn í lífið þitt sem getur haft áhrif á framtíðina. Morgundaginn og alla þína framtíð og jafnvel ástvinniðina og þá sem eru kringu þig. Þannig vertu svona undirbúið fyrir að segja bara við heilaðandi, ég vil fá breytingu í mitt líf. Hvað hefur þú að segja við mig í kvöld? Takk Jesús. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir þetta kvöld. Ég þakka þér fyrir að þú gefur okkur rými og tækifæri og þetta kvöld í kvöld til að heyra þitt orð, til að lofa þig og vera elskuð af þér, að þú út svona hellir kærleika þínum yfir okkur og í líf okkar og ég þakka þér Drottinn að við fáum að lofa þig og þakka þér fyrir það sem þú hefur að gera í líf okkar, það sem á munt gera og ég þakka þér Drottinn að það er ekkert sem aðskilur okkur frá kærleika þínu og við leggjum þetta kvöld í þína hendur í Jesú nafni. Amen. Svo viljum við taka þátt í samskotunum. Það er pósi aftast og baukar sem ganga, þannig endilega leggið í púkið, tökum þátt í kostnaðinum við að koma saman hérna einu sinni í viku og verða bæta við líf okkar. Amen. Treystu Drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum og þá mun hann gera leiðir þínar greiðar. Við ætlum einmitt að syngja og treysta Guði. Blessed assurance,
Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sing it after this. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all these errors. I know the author of tomorrow is already past it. This is my story, and this is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Seeking your next hope, all the better that I can be. 'Cause I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. 'Cause I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never Oh, you taste the oh, you taste. As I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Handen framåt. Er vi kom tilbake ut, og så var han efter. Jeg er livet til deg, minna. Du er livet til deg, minna.
okkar að fara upp og vera lengst uppi. Komið og vera með. Vertu þá með. Syngdu þetta næsta lag með okkur. And he answered, that's why I trust him, that's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him, that's why I trust him. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, in my Savior, the one who will never fail. He will never fail. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. 'Cause I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust you, God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. You will never fail. You will never fail. Þú aldrei bregst mér, þú aldrei bregst. Þú gerir ekki mistök, þú gerir engin mistök. Allt í hendi þér, því ég treyst á þig. Ég set traust mitt á þig, Guð. Ég set traust mitt á þig. Við setjum traust okkar á Guðið. Það getur verið rosalega erfitt að sleppa tökunum. En ef við erum alltaf að halda í, ef við erum alltaf með stjórnina, við erum alltaf ekki í stönginni, nei, heyrðu, þetta er fara svo hægt, gefum í, hægjum á, þá hefur hann ekki svigrúmið eða plássi til þess að gera sem hann þarf að gera. Þannig við þurfum að treysta honum, við þurfum að gefa honum
eins og hún syngur sem fallega. Jesus, take the wheel. Takk þú stýrið. Stýr þú ferðinni. Að því að við erum alltaf að stýra ferðinni, þá förum við bara eitthvað út í buska. En ef við setjum hann við stjórnina, ef við treystum honum fyrir því að stjórna fullkomlega, þá fer hann með þig í einhver átt sem þú ættir aldrei vona. Þá mun hann leiða þig á stað sem að þú hefðir ekki getað ímyndað þér. Að því hann er góður Guð, hann er góður faðir. Og það er bara langbest að leyfa honum að stýra ferðinni. Sleppur við kvíða, ótta, ábyrgð eða hafa tekið einhver ákvörðunir. Treystu Guði. Leita á hans í kvöld. And I call, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I called, and I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. I called, and I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I called, and I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. My whole life I place in your hands. God of mercy, humbled I bow down
Be lifted high in our love. Be lifted high. And I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I call, and I call, you answer. To my rescue, and I wanna be where you are. I wanna be where you are. I wanna be where you are, Lord. Wanna hear your voice. I wanna be where you are. 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 I wanna be where you are, Lord. Setjum augu okkar á hann. Setjum augu okkar á Jesú í kvöld. Beinum sjónum okkar á hásæti hans. I wanna be where you are. I wanna be where you are. Oh yeah, ég vil dvelja hjá þér. Því ég ekkert án þín. Oh yeah, ég vil dvelja hjá þér, heilagur. Oh yeah, ég ekkert án þín. Í þinni nærveru. Í þinni nærveru. Í þinni nærveru. Þinn helgi andi, hann lifir í mér. Ég fell að fótum þér. Ég fell að fótum þér. Þitt helga orð talar til mín. Því ég
Þú ert Guð þér einum ber, allt mitt líf því færi þér, söng hvað sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera er mesta gleðin mín. Sendur að, syngjum saman. Sendur að, helgur andi sendur að, helgur andi ráð þú ferð, gefa því þín komi, gefa því þín komi. Eitt bið ég eitt þrái ég, meir en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig og sleppi því sem hindrar mig, því á Guð helgur lokur mín. Ég brenna vil af ástíðu til þig. Sendur að, helgur andi sendur að, helgur andi
rísöld á fætur, yndislega lofgjör, yndislega nærvera Guðs. Halleluja, Faðir, bara takk fyrir að þú ert hér, Drottinn. Takk fyrir náðina, takk fyrir miskunnina, Drottinn. Halleluja, Faðir, ég bið bara, Drottinn minn, að þú megir, já, bara leið okkur áfram skref fyrir skref. Við þurfum fyllningu í líf okkar, við þurfum meira af þér, Drottinn minn. Ég bið bara, Faðir, í kvöld megum við svona fá að drekka meira af þínum brunni, Drottinn. Læra að þekkja þig betur, ekki bara afspurn, heldur þekkja þig í raun, hver þú ert. Takk fyrir að þú ert að eiga við Hjörtu hér í kvöld, Drottinn. Takk fyrir að þú ert að eiga við, Drottinn, að lækna fólk, Drottinn. Ég bið þig bara, Faðir minn, blessun og varðveitt yfir einn og sérhver sem hér inni, Drottinn. Það yndislegt að dvæla í nærveru þinni, það gott að, Drottinn, finna fyrir þér, Drottinn, í lofgjörunni. Takk fyrir þinn heilaga anda sem að starfa hér í kvöld, Drottinn minn. Í Jesú nafni. Amen, yndisleg lofgjörn og við gefum það gott klapp, þetta bara það alltaf að verða það alltaf jafn undrandi hvað mikið af yndislegu fólki sem að þjónar í þessu starfi og við erum þakklátt fyrir það. Gaman að sjá okkur hér í kvöld, fullt af fólki, gaman að fá fullt af fólki í húsið. Það þráum við þráum að vera til staðar fyrir fólk. En það sem að ég ætla að tala þar að segja ég kemst einhvern veginn inn í þessu tölvu að það er búið að liggja svo rosalega mínu hjarta. Ég talaði daginn fyrir hvað mánuði síðan þennan einfaldleika fagnaðareiðlisins af því ég er svo hræddur við það er búið að setja Guð í allt. Hann er í öllu, við vitum það. En það er verið svolítið að misnota orðið Guði líka. Og ég er rosalega hræddur við þessa Guðs trú eins og við talaðum. Og okkar markmiðið er náttúrulega við tökum á móti Jesú Kristinn líf okkar. Hann dó á krossinum fyrir syndir okkar sjúkdóm, allt sem við erum að berjast við til þess að við getum eignast þetta líf, eilífa líf. Og fyrir hann eigum við samfélagi við Guð. Og ég held að það sé rosalega mikilvægt í dag. Ég held að sé rosa margir, það er svo mikill hraði, finnst mér, það er fullt af fólki að frelsast, við tökum fólki, við rífum inn í þjónustu, það þarf að gera eitthvað, allir þurfa að fara að gera eitthvað og við gleymum að byggja upp. Og við gleymum líka að skilja þann einfaldleika fagnaðareiðlisins. Ég talaði síðast þetta úr fyrstu Mósebók, í fyrsta kaflanum, þar sem hann talar að þeir sköpuðu manninn eftir sinni mynd. Og þar er svo mikið grundvallaratriði við skiljum það, að það gerðist þarna í byrjun og hann gaf þeim allt. Adam og Evu. En hann gaf þeim líka frjálsa viljan. Við talaðum það síðast. Frjálsi viljinn er grunnurinn sem við þurfum að fókusera á það. Eins og ég segi eftir fólk, Guð treður sér ekki inn í lífið þitt, þú tekur á móti honum inn í lífið þitt. Af því þú ert með frjálsan vilja og þú verður að nota viljan rétt og það er það sem ég langar til að tala svolítið við ykkur í kvöld að hjálpræðisverkið og krossfestingin, þetta er svo mikill grunnur að við ætlum að byggja upp lífið okkur og skilja hvernig það byggist upp og ákveða ætlum að byggja það. Það er oft talað með Jesús er svo þessi hornsteinn og hornsteinn í byggingu er sá sem heldur saman veggjónum. Byggingin hún formerast öll út frá þessum hornsteini og það er nákvæmlega sama með Guðs ríkið að það byggist á þessum hornsteini sem er Jesús Kristur, við byggjum alltaf á honum. Og ég tók niður nokkuð vers eins og grunnurinn að frelsun okkar er dauðinn hans og upprisa og það vitum við. Og í gegnum krossfestinguna var synd okkar fyrirgefin og við þurfum að læra að taka móti því. Í gegnum upprisunum fáum við trú og vonum eilíft líf með honum. Og þetta er þessi trúar fulllifa sem við þurfum að standa á. En við þurfum byrjaði að nota viljan okkar og það er að taka mótum með líf okkar. Við verðum að játa með verðum og trúa í hjartanu. Jesús er drottinn. Og þá stendur að þá munum við hólpin verða. Og það er það sem við þráum allir menn verða. Að verða hólpnir. En svo þurfum við að halda áfram að byggja upp líf okkar. Ég talaði múrsteinana daginn líka. Hvaða múrstein ertu að nota í þína byggingu? Er það kærleikur, elska, vinótta, bindindi, heiðarleiki eða er það ófyrirgefning, reiði, biturleiki og svo bygging mun aldrei halda, aldrei nokkuð tíma.
Og það stendur hérna, mikilvægast inn í byggingun, það það sem heldur öllu saman, það hann. Í Efesu 2:20 segir, þið eru bygging sem hefur verið grundvöll til póstalanna og spámanna, en í Kristi Jesús sjálfan að hyrningasteini. Í honum tengist öll sú bygging saman og vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum þið einnig þið sambyggði til andlega bústaðar handa Guði. Í 1. Korinthbréfi segir, sem vitur byggingamistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guði veitt mér, en annar hefur byggt ofan á, en sér hver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur enginn lagt en hann sem lagður sem Jesús Kristur. Það alveg sama hvað við reynum, við verðum að byggja líf okkar á honum. Þetta ekki semst okkar hugmyndir, okkar sýn á þetta, eitthvað reglur eða leiðtogarnir, heldur þetta samfélagið við Guð. Það hann sem höfundur og fullkomlega trúarinnar. Í Mattheus 16:18 segir, sést vel að skipunum uppbygging kirkjunnar kom frá Kristi sjálfum og það það sem við erum að skilja. Þetta kemur allt frá Jesú Kristi. Og ég segi þér, þú ert Pétur kletturinn og af þessum kletti muni byggja kirkju mína. Mjög mikilvægt. Og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum. Og hvað sem þú leysir á jörðu mun vera leyst á himnum. Og þegar ég að tala að við skiljum hjálpræðisverkið, eins og ég er búinn að segja svo oft, að við verðum að skilja það að Jesús kom sem hinn seinni Adam. Þau klúðruðu sér í byrjunni, Adam og Eva strax í byrjunni. Ólínuðu Guði, notuðu viljan sinn á rangan hátt og tóku ranga ákvörðun. Þá kom þetta myrkur. Jesús oft kallaður hinn seinni Adam. Hann kemur til þess að opna leiðina nýju. Hann dó á krossinum fyrir allar okkar syndir og sútum, eins og ég sagði á það. Allt sem við erum að berjast við. Og í upprisunni þá fengum við vonina eilífa lífið og það í boði fyrir okkur öll. En við verðum samt alltaf, við getum ekki gengið við verðum að fá skilningin á fagnaðerindi til þess að geta byggt líf okkar. Við verðum að sækja það úr orðinu. Hann kenndi okkur, hann labbaði hér á jörðinu, kendi fólki, þetta allt í orðinu, við þurfum að lesa orðið til þess að læra að þekkja hann betur og betur. Þetta allt byggt á kærleika og elsku. Dauðinn á krossi sem að píningin og kvölin, ég ætla ekki að fara að setja mig í það að reyna að vera eitthvað spekulandi hvað gerðist þar, en það hefur örugglega verið hræðilegu dauðdagi. Ég er alveg viss það. Og þetta gerði hann fyrir þig. Kolryðgaða nagla sem keyrðust í gegnum holdið á honum fyrir þig, til þess að þú getur eignast líf. Opna þess að leiða nýju fyrir þig, til þess að við getum átt þetta samfélagi Guðs vegum í dag. Hann lykilorðið, Jesús Kristur lykilorðið inn í heiminin. Og það gott að vita þetta. Vitið það, vorum að ræða hérna saman áðan og nokkur sem vorum að tala saman hérna áðan, að náður við hólpir ánum fyrir trú. Og trú okkar verður að vera svo að þegar við göngum lífið þá Jesús með okkur alla tíð. Hann alltaf með okkur, alla tíð. Minnumst þess þegar við förum að gera hluti sem við eigum ekki að gera. Brjóta af okkur, synga, sama hvað þið er. Hvað trú okkar? Hvað trúfestin okkar? Hvað þessi fullvissa það að Guð með okkur í einu og öllu sem við tökum okkur fyrir hendur? Getum við brotið af okkur með hann með okkur? Og við þurfum að hugsa, við þurfum að taka þetta aðeins lengra, við þurfum að ákvarða, við getum ekki syngað upp á náðina, við getum ekki bara gert eitthvað að því við vitum við eigum fyrirgefninguna. Þá skilur ekki fyrirgefninguna. Að því af náð ertu hólpin orðin fyrir trú. Og ef við eigum þessa trú, þá er alveg gefið mál að við forðumst syndina. Við forðumst að gera langa hluti. En við vitum það gerist skapgerðarbrestir, það getur margt gerst í líf okkar. Við segjum eða gerum hluti sem við eigum ekki að gera. Þá eigum við náðina sem við eigum fyrir trú. En við brjótum ekki af okkur í fullvissu og með þeim formerkjum að Guð muni fyrirgefa okkur. Ég kalla það að synga upp á náðina. Ég kalla það svolítið að pissa utan í Guð. Það svo gott að eiga þetta líf í fullkomnu trausti að Guð með þér.
í fullkomið tröst, hann gengur með þér hvað sem þetta gangi í gegnum. Ég var hugsað bara hérna 16, á föstudaginn, það voru 16 ár síðan að ég labbaði inn á Hlaðgerðarkot. 16 ár, hvert fór tíminn í alveg að tala? Minnst það hafi verið í gær. Og þá reyndi á trú mína, þá reyndi á, þú veist, í Guð. Ef þú ert þarna, hjálpaðu mér. Komdu og taktu við í lífinu. Við getum öll farið með þessa bæn. Byttu Guð að koma inn í vandamálin, byttu hann að koma inn í kvíðarðin og óttaðin, þar sem þú ert að berjast við í lífinu. Við erum hérna í kvöld að því við erum að berjast við okkar hluti, eða við erum hér til þess að þakka Guði fyrir að við eigum líf og lífi fullri gnægð. Að því að Guð komið og gripið inn í líf okkar, hann hefur reist okkur við. Og alveg eins og Inga sagði þetta að við þurfum að sleppa stýrinu. Við þurfum að gefa honum tækifæri að vinna í líf okkar. Og þetta byggjast alltaf einum og sama hlutum, krakkar, trú. Hvar er trú okkar? Treystum við Guði fullkomlega fyrir líf okkar? Eða gerum við það ekki? Erum við ykkur hálfkáki með Guð? Erum við alltaf að gripa inn og vita betur heldur en hann? Þá skortir á trú okkar. Við verðum að byggja undir trú okkar og trúar fullvissu að allt sem gerist í lífi, ef þú í honum og hann í þér, það er staðurinn sem við viljum vera á. Og þetta öryggi. Við veit að gera hlutir í líf okkar. Ég þekki það sjálfur, skil. Ég var unglingaleiðtogi í þessari kirkju og ég var á fullu hérna í þessari kirkju og fór til Svíþjóðar til að fara í biblíuskóla. En það átti allt eftir að breytast, bara í flugvélinni, sko. Þá hrundi líf mitt bara, svona. Þegar maður missi sjónar á honum. Af hverju gerðist það? Jú, ég þekkti ekki Guð. Ég las ekki orðið, ég vissi ekki hver hann var. Ég vissi bara hann greip inn líf mitt á sinni tíma, gaf mér þessa gleði, gaf mér þennan frið, en Guð, við þurfum að læra að þekkja hann. Við þurfum að byggja líf okkur, við þurfum að byggja húsið okkar, sem við þurfum að tala um þessi múrsteina líking svo óbúslega góð. Að því þetta er sýn sem Guð gaf mér á sínum tíma. Þegar ég var að byggja upp mitt líf, að sjá þessa fallegu, yndislegu steina, gjaska, góðvild, bindindi, allir þessi fallegu hlutir í steinunum og sjá svo hina steinunum næsta bretti hérna á tilboði á 10% sko af hinu verðinu. Það var sko ófyrirgefning, reiði, biturleiki, ófriður. Og reyna að byggja þetta inn í bygginguna, það gengur ekki. Það gengur ekki upp. Byggjum líf okkar og orði Guðs, kærleika hans og elsku til okkar. Það er það sem hann þráir að grípa inn í lífið, hann þráir að koma inn í lífið. Ég finn svona eins og þessi svona tappar út um allt. Það var eins og kom til mín á og hann sagði, það er óbúslega nærvera Guðs hérna í lóðgjörinni, en það er eitthvað sem er að halda í, það er eitthvað sem er að draga, það er alltaf eitthvað sem er að kýla niður. Óvinnurinn, djöfull og Satan, vitið út okkur en við þurfum ekki að horfast í augu við hann. Hann er undir sólun, hann er aumingi, hann getur ekkert, hann er sigraður og löngu sigraður. Og við þurfum að hafa trú á því. Ég er alveg að tala. Hann reynir að hvísla í eyrað þetta. Hann leið og Guð segir eitthvað og kemur hann og byrjar að gjappa eitthvað. Hann er ógeðslega eftir þeim, en hann er svo lúmskur. Hann er þjófóttur, kjöftugur, lyginn, ómerkilegur og óheiðarlegur. Og allt í einu. En Jesús gefur okkur líf og líf í fullri gnægð. Og þetta orð gnægð, ég var að skoða það einu sem mörgum ára síðan, í Strongs, það er svakaleg bók. Það var fleiri blaðsíður, bara þetta orð gnægð. Þetta er yfir allt sem getur nokkuð tíma skilið af gjöfum og fallegum hluti sem Guð setur inn í lífið. Hann er með þetta fyrir þig. Alveg eins og fyrir mig og svo marga aðra sem hafa gengið þessa leið. En við þurfum að gefast honum algjörlega. Við getum ekki verið þessu hálfkáki. Það reyndist okkur árangurslaust stendur í góðri bók. Allt hálfkák. Heldur er það að gefa honum allt. Ekki bara hluta, heldur allt. Og ég vildi óska, þegar við stofnum þetta starf á sínum tíma, þá var það því að við vildum bara koma hérna fram og gefa fólki einfaldleika fagnaðar erindisins. Ekkert flókið. Ég talaði ofta áður að hraðin er svo mikill og við tökum fólk inn og við erum öll svo óbúslega heilög og hérna syngjum bara blóð og eld og svo ætlaðu að taka fórn og þá leipur fólk út, sko. Heldur ég að fara að skella ykkur í fórn hérna.
af því við gleymum okkur, við erum fann að tala svona kristnesku, við erum að tala okkur hluti og fólk skilur ekki hvað við erum að tala um. Það miklu betur að tala þetta á svona máta, eins og þetta með múrsteina, mér finnst þetta svo óbúslega gott dæmi. Hvernig ætlar þú að byggja upp þitt líf, eins og hús? Af hverju tala hyrningasteinin sem Jesús? Af því hann hornsteinninn í bygginguna þína. Það hann sem heldur henni saman. Það hann sem vísar hún leiðina. Hvernig á að byggja hann? Heldur veggjóna saman. Og það Jesús í mínu lífi. Og ég vil að sé og vildi óska sem það væri í þínu lífi. En ég hvet ykkur að það svo mikið og líka þeir sem eru að ganga leiðina, 12 spora leiðina og eru aðfundunum sem æðislegt og hvet fólk til þess að gera það. 12 spora leiðin bara yndisleg, kröftug og leið sem virkar. Gerðu bara eitt hlut fyrir mig. Skilgreini Guð í spórunum. Það númer 1 og 3. Skilgreina Guð í spórunum. Það talað mikið Guð í bókinni. Skilgreinum hann, Jesús Kristur. Þá verður þetta miklu auðveldara. Við erum ekki að leita í einhverjum, svo þannig, það fullt af hurðum í þessu lífi, sem alls konar áskoranir sem við getum fengið. Hér eru miðlar og svett og allt þetta og þið viti alveg hvað þetta. Allt ég má aldrei tala þetta svett og allt vittast á alltaf, en það alls konar andlegt kukl sem í gangi í þessum heimi og það alls konar hurðir. En hurðin sem lætur minnst yfir sér, þegar þú opnar hana, þá færðu allt. Allt. Ég var á kafi í kukli á ég frelsaðist. Á kafi. Miðlum, þú veist, ég borgaði stórfétt eða heyri einhverja miðla, erlendur fór að segja mig hvernig amma hefði það. Ég er alveg að tala. Og Guð gaf mig sýn, einu sinni, og þetta bara, þetta eitthvað ekki rétt. Og ég man að vitnisburðurinn minn, ég mátti aldrei segja hann, sko, að því miðlar, Guð getur notað alls konar fólk. Ég fór á miðilsfund og borgaði stórt fyrir þetta, eins og þetta. Og hann tók hringinn minn, sem ég var með svona, ég var í skilin, sko, það var með svona karti, svona þrefaldan. Og hann tekur hringinn og biður að fá honum, hann situr hann á borðið og byrjar að ræða eitthvað í honum og segir það eitthvað koma þetta alltaf sama og grávarð og lítil og við dróðum saman þegar við erum orðin gömul og hún spilar á gítar og svo byrjar hann bara að spjalli við þessar konur og svo var hann bara í lokinn þá var hann bara orðin reiður út í þessar gömlu konu, þannig hún var alltaf að værast fyrir. Og hann átti sambandi við neitt sko nema þessar gömlu konu. Og ég segi hvað, og hann segi það gengur ekki og hann var hann hastur sko. Svo segi ég hvað í gangi? Já, þessi gamla konu, hún bara búin að blokka eftir það. Og segi, já, betur hvað hún að segja? Já, hún segir eða verið boðið að svo reynda hann að finna eitthvað, eða verið boðið og svo lítur hann upp og þá mynda kirkju á veggnum. Í Sálvarnar svona fjallhæðinu og hann segir að þeir eru búið að fara í hann gæti ekki sem sakkirkju sko að þá ætti ég að gera það svo borgaði hann mig tilbaka og hendi mér í hring og sagði að ég þurfti ekki að borga neitt síðan fyrir ég í bæ og fyrir ég á kaffihús og það gerði ég aldrei en ég ákvað að setja mér á kaffihús og þá kemur maður niður stigann og gammal hassur sem ég kannast við og hann sagði við mig hvernig gengur? Ég segi, það gengur vel, búin að eitthvað það, ég búin að eitthvað í 3 ára það, á þessum tíma. Og sem já, ég og konan við fórum í kirkju við Kópavogi, í veginum, sko. Og það var rosalega, þetta kom á sunnudegi, hvernig kom það á sunnudegi? Og já, við kíkjum á það, ég var ekkert að pæla í því. En því ég lappa út, þau sagði, býtu, hvað var kallið segja gamla konan að vera að segja? Þannig að þið með ekki segja nefnum þetta, alls ekki fólki sem voru lengi í kirkjunni, það má ekki tala um þetta, sko. En ég fór á samkomu á sunnudegi og frelsaðist, og búin að frelsaðist síðan. Svo þótti svo mörg líf það ekki búið að góða. En þetta kannski ekki mjög góðu vitnisburður. En á sama tíma, þá kom Guð í lífið mitt og ég man það að Guð snertist við lífinu og ég að vona að þegar þið komið hér og komið inn í svona lóðkjöld sem við fórum að heyra hér,
sem er above, ég veit ekki hvað, í alvöru að tala. Þetta er svo mögnuð lofgjörð. Og ef við gefum okkur í það, ég man það alltaf, ég var alltaf að drepast í tábergi og tánum, þegar ég var nýlega frelsaður, af því ég var alltaf upp á tánum og ég bara þráði að fá að snerta himinn. Og því alveg, ég var að komast ofar. Og mér langar svo að þið fáið þessa í ykkur, að þið eru að loka augunum, gleymið þið fólkinu sem er í kring. Ég er alveg að gleymið þið bara ykkur. Sitið bara út að hendana Guð snertu í lífni, ég geði leyfi til þess að snerta. Annars glemdi ég að segja ykkur það, að hérna leiðuði lappi hérna dyrnar á þessu húsi, þá voruð þið búin að gefa Guði leyfi til þess að snerta í lífi ykkur. Þetta var trúarskref ykkar, bara að koma hingað. Og Guð kemur inn í lífið þitt og breytir því, sama hvað það er. En ég þrái þið fá að finna akkurat þetta. Að því leiðum við gefum Guði, það þarf ekki að hendurna, lyfta höndunum og bara gefast honum. Ég sagði ykkur söguna frá því, það kom maður hérna því ég var nýlega í kirkjunni, kom hérna á sunnudegi, full kirkja af fólki, svakalega skuggalegur. Hann kom hérna til þess að taka út hverju hann gæti rænt úr kirkjunni. Hann sá hérna alls konar tæki og var að taka þetta allt niður svona, og þegar samkoman var að byrja, að því hann ætlaði að koma hérna kvöldið, var nóttina og ræna kirkjuna. Og hann kemur svo bara allt í einu þegar þá byrjar samkoman og þá bara fullt af fólki hérna hoppa undir síðan og klappa og svo stóð allir upp og byrjaði að klappa og hann til þess að vera ekki öðruvísi en hinir, þá gerði hann líka, hann klappaði með og svona og svo bara allt í einu fór að hægjast tónlistin og svo kom svona rosalega lúflög og þá fór fólk að lyfta upp höndum. Og hann gerði það, hann voru að frelsa það síðan. Það var ekkert úr ráninu þetta kvöld. En hann er ennþá frelsaður, dýrlega frelsaður. En svona gerir Guð, bara leyfum og gefum honum séns. Og stundum þarf ekki einu sinni viljinn að vera á baka, bara þú veist að gefa honum tón. Og það er þessi fallegi hluti við hérna fagnaðarerindi, hvernig það kemur inn í líf okkar og umturnast öllu í líf okkar. En við þurfum að hafa skilningin á hver Jesús er. Ekki bara hver Guð er, Jesús er meðalgangarinn milli Guðs og manna. Í gegnum hann tölum við Guð, í Jesú nafni. Amen. Er það ekki? Í Jesú nafni. Faðir vor, í Jesú nafni. Lykilorðið inn í himinin. Af hverju? Af því hann dó á krossinn fyrir þig. Hann gekk í dauðan fyrir þig. Syndu af þjóðina. Syndu af heiminn. Fyrr og síðar. Það var allt nefnt á krossinn þennan dag. Er þetta auðvelt og eitthvað svona típ fyrir okkur að taka þessu? Já, gerðu það bara. Taktu bara á móti þetta, ef þið finnst að vera það. En það er akkurat svona óbóðlega einfalt. Að játa með vörunum og trú í hjartanu að Jesús sé drottinn, þá myndu hólpin verða. Stendur í orðinu. Þetta er svo einfalt. Þessi setning breytti mínu lífi. Þessi setning og þessi trú á bakvið að breytti lífi svo margar inni og það er í boði fyrir þig. Ekki missa þetta tækifæri eitthvað. Við erum fyrirbeðin fyrir þeim sem vilja beða með ykkur inn og eftir. Komið hérna fram. Játið fram þessa bæn. Þetta kostar ekkert en við lífið. Hvað er það? Og eignast nýtt líf. Nýtt líf. Hver vil ekki nýtt líf sem búin að vera að berjast allt sitt líf? Af hverju tökum við ekki og horfum á fólki sem er í kringum okkur sem á lifandi trú og við höfum séð lífið þeirra gjörsamlega umturnast leið og tók trú. Af hverju er svona erfitt að trúa því? Er það því við sjáum ekki Guð? Eða heilagur andar sem starfar og er að starfa í lífiðinu núna. Heilagur andur eins og vindurinn. Þú sér það ekki ef þú finnur fyrir honum. Þannig er heilagur andi. Hann er núna að snerta við þínu lífi. Hann er núna að koma með lausnina sem þú er búin að leita eftir. Kærleikur Guðs er svo yfirgengilur að þannig að yngra. Það er ekkert í þessum heimi sem stenst kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú. Ekkert. Ekki neitt.
Og það er í boði fyrir þig, það er boði fyrir þig í kvöld. Notaðu þetta ekki, kannski verður það seint á morgun, maður veit ekki. Jesús kemur aftur, ætlar að fara með. Ætla ég að standa og horfa niður og horfa á þig og verða eftir? Nei, ég vil þú koma með. Þú er enga að tapa. En þú er alltaf að vinna. Og þetta er kannski ótrúlegt fyrir mörgum. Þess vegna heitir þetta trú. Ekki fullvissa, nema þú er búin að eignast lífið. Þá verður það fullvissa. Sannfæring þá hluti sem er eigi auðið að sjá. Það er staðurinn sem við viljum komast á með líf okkar. En við gerum ísofættir og biðið, og langar biðið fyrirbiðendur og koma líka eða fram. Bara Faðir, þakkuðu fyrir að þú ert hér. Takk fyrir Drottinn, takk fyrir soninn Jesús sem fór á krossin fyrir okkur. Takk Jesús fyrir þetta verk sem þú gerðir á krossinum. Takk fyrir að þú dóst fyrir syndið mína, fyrir sjúkdóma, allt sem ég er að berjast í, það dóstu fyrir mig, Drottinn. Ég biði Faðir fyrir einu og sérkvörnum sem er inn í kvöld, Drottinn. Ég biði Drottinn að gefa okkur styrk og kraft, burtu allar skoðanir núna. Við viljum bara koma fram fyrir því auðmýkt og gefa þér allt. Allan kvíðan okkar, allan óttan, allar hræðsluna, allar vanmáttakendina, allar fíknina, allar sjálfsvíks hugsanir sem hafa verið að berjast á hausnum á okkur. Við viljum að gefa þér þetta allt. Og þá mun þinn friður sem er æðri öllum skilningi varveita hjarta okkar og í þér Kristur Jesús. Og ég biði bara Drottinn minn, gefðu okkur kjark og gefðu okkur þor til að stíga fram. Ég þakka þér út að eiga við hjörtu hér í kvöld, Drottinn. Takk Drottinn út að kalla fólk til þín. Takk fyrir þú ert að koma með lausn inn í líf einstaklinga. Takk fyrir út að taka okkur upp fyrir aðstæður sem eru kannski í lífi margra hérna og gefa okkur að sjá að það er von og vonin er þú. Ég þakka þér fyrir opinn Faðir minn til þess að taka á móti einstaklingu hér í kvöld. Takk fyrir að getur að fengja kúrabæl í þínum faðmi, í skugga vængja þinna. Finnum þennan frið, finnum þennan kærleik, þessa ást, þessa umhyggju, þessa endurreisn, að því þú endurgerir allt það sem brotið er. Og þú endurfæðir líf okkar. Ég biði Drottinn minn að blessa þessa viku sem framöndan er. Ég biði Drottinn að gefa okkur þessa neyð, bænarneyð. Biði að gefa okkur Drottinn þennan að þorsta í að lesa hver þú ert, læra að þekkja því betur og betur, Drottinn. Takk fyrir orðið þitt sem er lifandi orð. Takk fyrir að það virkar í dag alveg eins og gerði fyrir 2025 árum. Takk fyrir að við getum lagt hendur við súk og þeir munu vera heilir. Takk Jesús, takk að við fáum að vera sama hér í kvöld til þess að lyfta upp þínu nafni. Við elskum þig og við þráum það eitt að fá að læra að þekkja þig betur og betur og betur. Takk fyrir eilífa lífið sem þú boðið okkur. Í Jesú nafni. Amen. Komum fram og sérstaklega vil ég tala til þeirra sem að er að vandræðast hvort þeir eiga að koma eða þora að koma fram. Komið hérna til þar sem Linda og þau eru hérna. Förum þessa bæn, tökum á móti þessu lífi sem Guð megi boðið fyrir ykkur. Ef þú ert að berjast við einhverja sjúkdóm eða það er lækningu, þá er að gera að koma þetta fram og við biðjum saman.